Hjálpræðisherinn á Akureyri, hjálparstarf kirkjunnar, mæðrastyrksnefndirnar á Akureyri og nágrenni og Rauði krossinn við Eyjafjörð hafa endurnýjað samstarfssamning jólaaðstoð á Eyjafjarðarsvæðinu. Fjársöfnun hefst á næstu dögum til að kosta þessa aðstoð og verður fyrirtækjum send beiðni aðstoð. Þetta samstarf hófst fyrir 4 árum síðan og hefur notið trausts í nærsamfélaginu og formaður mæðrastyrksnefndar segir að samvinnan hafi gengið vel. Hún hefur gengið ljómandi vel á okkar mati. Og enn meiri samvinna hefur verið hjá okkur síðustu árin og við viljum auka það samstarf á milli þessara félaga. Jafnvel koma að meiri námskeiðum og greiðslu á sumardvölum og annað fyrir börn. Jólaaðstoðin þá að hefjast núna. Hverjir eru það aðalega sem að styrkja þetta verkefni? Já, við leitum til almennings og fyrirtækja og munum senda út bréf bara núna á næstu dögum til að minna á okkur. Þannig að það eru, já, eins og segi, fyrirtæki og félagssamtök og svo almenningur. Vitið þið svona nokk upp á hár hversu margir eru að styrkja þetta verkefni með náttúrulega stórum framlögum? Já, ég ekki alveg með tölurnar en það hleypur á ansi mörgum tugum. Stærstu styrkirnir koma eins og segir kannski frá fyrirtækjum og félagasamtökum. En það eru líka ansi margir einstaklingar sem að styrkja okkur. Margt smátt gerir eitt stórt. Já, svo sannarlega gerir það. En þeir sem að sækja hvernig eru úthlutunar reglur? Reglurnar eru þar að fólk þarf að hringja hingað og sækja viðtalstíma og svo kemur það í viðtal. Við skráum niður aðstæður fólks og fólk þarf að skila inn staðgreiðslu yfirliti til okkar og síðan farið yfir allar umsóknir og þær metnar. Búist þið við í svipuðum fjölda umsókna núna eins og undanfarin ár? Við vonumst náttúrulega alltaf til þess að fjöldinn minnki, en hann hefur verið svipaður síðastliðin 3 ár. Verið svona frá 300 til 360 fjölskyldur sem hafa sótt þannig að við vitum ekkert hvað margir sækja í ár. Á hvaða aldursbili eru umsækjendur? Þau eru svona frá 20 til ellilífeyrisþega. Flestir eru á aldrinum 30 til 59 ára. En þetta á við þið starfið á í Eyjafjarðarsvæðinu öllu? Já, við gerum það. Félagasamtökin eru að starfa á svæðinu, já, Eyjafjarðarsvæðinu, frá Siglufirði og hér inn fjörð og út með firði. Misjafnlega náttúrulega starfsvæði Rauða krossins Eyjafjarðarsvæðið út af Grenivík. Kirkjan á sínu svæði og mæðrastyrksnefnd náttúrulega Akureyri og nágrenni. Já, við erum alveg til Siglufjarðar líka. Þannig að já, þetta Eyjafjarðarsvæði svona heilt yfir. Það aukinn kaupmáttur í þjóðfélaginu, segir Hagstofan og fleiri sem eru að greina þetta, en það samt sem áður alltaf þó nokkuð stór hópur sem þarf að sækja Já, því miður það og hjá mæðrastyrksnefnd erum við á ársgrundvöll og öll félögin. Ég get talað fyrir mæðrastyrksnefnd að það svipaður fjöldi sem hefur sótt árlega, allan ársins hring. Hvað með aðra aðstoð? Þið hafið verið með fjármálanámskeið til dæmis undanfarin ár, verður eitthvað slíkt í boði núna? Já, við höfum okkur langar voða mikið til að reyna að hjálpa fólki upp úr þeirri gildru sem það gjarnan lendir í og vitum að aðstoð einu sinni á ári ekki það sem að hjálpar þeim upp, þannig að við höfum verið að reyna að brydda upp á eins og til dæmis sjálfstyrkingar eða fjármálanámskeið og munum halda því áfram. Hvernig getur almenningur leita sér upplýsinga, eru heimasíður og svo framvegis sem hægt að nálgast? Það verður sett inn í dagskrárnar, verða settar inn reikningsnúmer og annað sem á nafni mæðrastyrksnefndar en sem sagt fyrir alla jólaaðstoðina og þannig getur fólk styrkt okkur. Og þið farið væntanlega bjartsýn inn í aðvenduna? Já, mjög svo. Gerum það.